Nú ætlum við að halda áfram að stytta algebrubrot. Algebrubrot eru almenn brot þar sem koma fyrir bókstafir. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur svolítið einfaldaða mynd, þið sjáið sjaldan svona dæmi, en af því að hér er bara margföldun. Hér er hvergi plús eða mínus, ekki deiling. Ef það væri deiling hérna þá þyrfti ég bara að snúa brotinu sem fyrir aftan deilinguna við og þá er það orðið margföldun. En það sem ég má gera er að draga bara streikinni gegn, setja þetta allt upp á eitt deilingarstrik. Ég nenni ekki að skrifa þetta allt upp að þér. Og nú má ég bara byrja að stytta. 3 á móti 3, y á móti y, x á móti x, 5 á móti 5, 2 sinnum 3 eru 6, þannig að þá stytti ég 2 og 3 á móti 6. Og það er bara 1 sinnum 1 eftir upp á striki, það er 1 og það er bara eftir 2 fyrir neðan. Svarið við þessu er hálfur. Þetta er það sem við erum alltaf að reyna að gera. Ef að við getum ekki gert þetta strax, þá þáttum við. Til dæmis hefði ég getað þáttað hérna 6 í 2 sinnum 3 og stytt 2 á móti 2 og 3 á móti 3. Við erum alltaf að þátta til þess að geta stytt eitt á móti öðru þegar það er orðið margföldun á milli. Þetta er það sem við erum alltaf að gera. Skulum sjá hvort við getum notað þetta hér. Við þurfum að byrja á að þátta og við fáum hérna x plus 5, x minus 5, y plus 3 og af því að hér er margföldun, ég má setja þetta strax upp á eitt strik. X minus 5, hvað get ég gert hér? Jú, ég tek 2 út fyrir svega, þá fæ ég y í öðru plus 3. Og hvað get ég nú gert? Ég stytt út x á móti mínus 5 og x á móti mínus 5. Og ég tók út y hérna. Það dettur út annan veldi, þá stytti ég þetta út og þá er eftir y 2y x plus 5. Hérna, þetta er svipadæmi, orðið svolítið flóknara. Ég ætla að byrja á bara að snúa deilingunni við. Þó það þýði að ég þurfa að skrifa svolítið meira. Þá borgar sig að skrifa frekar aðeins og mikið heldur en of lítið. Ég hef ekkert gert annað en að breyta þessu í deilingu og þá má ég setja þetta upp á eitt langt strik. En leið og ég geri það, þá ætla ég að þátta. Hérna þátta ég upp í 2 sviga. X plus 1, x minus 4. Ef ég er að þátta þetta of hratt fyrir ykkur, þá þurfum við að skoða þáttunarvídeóin bara aftur. Ég ætla ekki að fara að útskýra í smáatriðum hérna hvernig ég þátta, því þá væri ég fram á nótt að þessu. 2x minus 3, x plus 1. Stundum þarf maður meira að segja bara að prófa sig áfram í gegnum þessa þáttun. Og hérna fáum við x fyrir utan svega og þá verður eftir svíin x í öðru minus 2 minus 8, minus 2x minus 8 segi ég. Þetta áttu nú að vera í öðru veldi. Það er sem sagt villa í þessu hérna hjá mér. Kannski auðvelt að laga bara, en við höldum áfram. Hérna fáum við þá x minus
4x pluss 2. Svona. Og svo styttum við. Hvað getum við stytt út í hérna? Hér er allstaðar markvöldun. Það er hvergi pluss eða mínus nema inn í svegunum. Það er allt í lagi. Þá verð ég bara að taka heilan svega á móti heilum svega. X mínus 4, x mínus 4, x pluss 1, x pluss 1, x á móti x. Allt færið upp á striki. Þá er bara 1 eftir. Og hvað er eftir? Undir striki 2x mínus 3. Þetta er svarið. Þið sjáuð, þetta er ótrúlega líkt því sem ég var að gera áðan. Nema nú eru bara svegar en ekki einstaka tölur eða einstakir bókstafir. Þetta er í grunninn nákvæmlega það sama. Þá er svo lokið.